Komið þið sæl. Ég ætla að kynna fyrir ykkur lítið forrit sem heitir Trello og Trello er forrit sem hjálpar manni að skipuleggja það sem maður er að gera. Ég hef grun það að þetta geti gagnast sérstaklega vel þeim sem eru til dæmis lesblindir og svona líka þeim sem eiga við athyglisbresta stríða. Hérna slægi ég það inn. Þið þurfið auðvitað að hlaða þessu forriti niður en eins og þið sjáu þá er ég búinn að því fyrir mig og svona nota ég þetta forrit. Við erum hérna með borð eða kassa þar sem maður er með viðfangsefnin. Hér er ég til dæmis með Háskólann á Akureyri og ég byrjaði á þessu í mars að nota Trello og þá var fullt af verkefnum hérna undir flipanum verkefni í mars en þau hafa færst hérna yfir í kláruð verkefni. Hér eru verkefni í apríl er að verða alveg búinn og hérna hér á ég 2 verkefni eftir og hér er í raun og veru hönnunarverkefni sem á að vera komið í lokin verkefni. En þetta virkar þannig að maður getur sett hér inn lýsinguna á efninu, í þessu tilfelli verkefni, hvað ég á að gera og hvenær ég á að skila. Nú er það þannig að ég átti að skila þessu 25. apríl, upphaflega átti ég að skila þessu 17. apríl, en síðan gerðist ýmislegt hér í COVID-tímanum, þannig að allt gekk meir og minn úr skorðum hvað varðaði svona tímasetningar. Getur maður farið hér og breytt lokaskilunum og sett nýja dagsetningu. Það er ýmislegt hægt að gera í þessu, ég getur skoðað það bara betur. Mér finnst mjög sniðugt að geta sett liti á verkefni. Það finnst mér þægilegt vegna þess að ég sé þá til dæmis í þessu tilfelli er ég að skipta þessu eftir í hvaða áfanga verkefnin eru og öll verkefni í áfanganum þróun, kennslu og upplýsingatækni eða þróun, menntunar, kennslu og upplýsingatækni eru merkt með bláu og hér er annað verkefni sem er lestrarígrundun. Hér er skátengt verkefni sem er skólastofuvídeó en það er sem sagt þægilegt að geta séð að haft yfirsýn yfir hvað maður er að gera eftir áföngum. Aðferðir eru merktar rauðar og heimspeki menntunar er merkt gul, kynjafræðin græn og svo framvegis. Ef ég fer hérna tilbaka þá sjáum við að ég er með fleiri borð heldur en þetta. Ég er með hérna, fleiri borð hérna. Sjá. Það gerir einhverja smá vitleysu. En hérna sjáum við borðin. Ég ít á borð sérna, þá sjáum við borðin. Þetta var háskólinn, þar sem ég er að taka kennslufræði. Hérna er ég með kvikmyndakennsluna og þá ger ég þetta þannig að ég merki hvern og einn vinnuhóp eða hvert og einn viðfangsefni. Í þessu tilfelli er þetta myndir sem þau að skila og ég litamerki það líka. Hérna eru Birkir og Djöns, appelsínugulir og Álfrún er fjólublá, Óli er blár og Anna Sóley og Þorbjörg eru rauðar. Og þá hef ég tæmlega þannig verkefni í vinnu og kláruð verkefni. Og hér gildir það sama, ég set sem sagt lokadag á verkefnin og líka hvað þau eiga að gera. Síðan eins og þið sjáu hérna, þá er ekkert einn í þessu, ég er búinn að bjóða nemendunum inn í þetta.
Þannig að í þessu borði geta allir nemendur séð hvaða verkefni er í gangi. Þannig að það er hægt að fara inn í þetta borð sem heitir kvikmyndakennsla FNV og þá sérðu bæði stöðuna á þínum verkefnum, hvenær þú ert að klára þau og líka stöðuna á verkefnum annarra. Þannig að það er ekki bara þessi að horfa á það sem þið eru að gera. Svona er þetta að byggja upp í raun og veru eins og þau viljið borð. Hér er eitthvað sem heitir Alþjóðlegi kvikmyndaskólinn sem er mjög lítið komið inn í vegna þess að verkefni frestaðist út af COVID en það áttur að bætast þar inn í sumar. Og þið getið í raun og veru þess vegna búið til eitt borð fyrir hvern dag sem þið eru að gera. Það getið þið listað upp verkefni hvað þið ætlið að gera í dag og hvernig þið klárið þetta. En þetta hjálpar manni, eða hefur þetta hjálpað mér mjög mikið og ég hvet ykkur eindregið til þess að prófa þetta.